Jæja, góðan daginn öll sömul. Ég heiti Kristín Magnúsdóttir fyrir ykkur sem þekki mig ekki og formaður stjórnar Festu. Ég býð ykkur velkomin til ársfundar og segja hann settan. Ég ætla að gera tillögu minni að Viðar Víglundsson, lögmaður hjá Landslögum, verði fundarstjóri. Ósk eftir, gjörðu svo vel. Já, það nú góð spurning. Er þetta hægt? Við erum bara að hafa þetta meira hingað þegar hún talir, hér ertu greinilega í... Já. Einhverjar móttillögur við Viðar sem fundarstjóra? Þá bara bið ég Viðar að taka við stjórn fundarins. Gjörðu svo vel, Viðar. Þakka þér fyrir, Kristín, og ég þakka fundinum traustið. Nú, góðir fundargestir, ég heiti Viðar Lúðvíksson og er hæstaréttarlögmaður hér í bæ og mun þá stýra þessum ársfundi Festu. Mitt fyrsta verk er að stýra kjöri ritara fundarins. Ég geri að tillögu minni að Gauti Jónasson, lögfræðingur hjá Festu lífeyrissjóði, verið kjörinn ritari fundarins. Hafa fundargestir aðrar tillögur. Þakka ykkur fyrir. Gauti Jónasson telst þá rétt kjörinn ritari fundarins. Ég hef kannað lögmæti fundarins með hliðsjón af grein 5.2 í samþykktu sjóðsins en fundarboð var sent með bréfpósti til aðildarfélaga þann 14. febrúar síðastliðinn með leiðréttingu þann 21. febrúar með tilskyldum fyrirvara auk þess sem fundarboð var áréttað á fulltrúaráðsfundi þann 11. apríl og sent fulltrúum með tölvupósti þann 17. apríl síðastliðinn. Til fundarins var einnig boðað með frétt á vefsíðu sjóðsins þann 12. apríl síðastliðinn með hlekk á gögn fundarins og með auglýsingu í 3 landshlutablöðum þann 17. og 18. apríl síðastliðinn. Hefur einhver hér athugasemdir við það hvernig staðið var að boðun til fundarins? Það er þá fært til bókar og ég lýsi því þá yfir að boðað hafi verið til fundarins með lögmætum hætti í samræmi við samþykki sjóðsins og lýsi hann lögmætan. Nú, dagskrá fundarins liggur fyrir og birtist í boðun til fundarins en hún er eins og framkemur á glærunni hér til hliðar við mig. Fyrsta lið er lokið en næst verður fundargerð síðasta ársfundar Festu borin upp til samþykktar. Því næst mun stjórnarformaður Festu, Kristín Magnúsdóttir, flytja skýrslu stjórnar. Að því loknu mun Gylfi Jónasson, framkvæmdastjóri Festu, kynna ársreikning Festu fyrir árið 2023. Að því loknu mun Benedikt Jóhannesson hjá talnakönnun kynna tryggingafræðilega úttekt vegna sjóðsins. Því næst mun Baldur Snorrason, forstöðumaður eignastýringar hjá sjóðnum, kynna fjárfestingarstefnu sjóðsins fyrir árið 2024. Þá mun Baldur Snorrason gera grein fyrir hluthafastefnu sjóðsins. Því næst mun Gylfi Jónasson fara yfir starfskjarastefnu sjóðsins sem er að mestu óbreytt frá fyrra ári en hún verður síðan borin undir atkvæði. Að því loknu fer fram kosning stjórnar og varafólks í stjórn. Að því loknu mun Gylfi Jónasson kynna tillögur til breytinga á samþykktu sjóðsins sem síðan verða bornar undir atkvæði. Að því loknu fer fram kosning 4 nefndarmanna í starfskjaranefnd. Að því loknu verður borin undir atkvæði tillaga laun stjórnarmanna. Því næst fer fram kosning endurskoðanda sjóðsins og loks verður fjallað önnur mál sem löglegur upp borin en fyrir fundinum liggur tillaga sem ég mun fara nánar yfir á eftir undir þeim lið. Nú, fundargestum mun að sjálfsögðu gefast kostur á að taka til máls undir öllum dagskrárliðum og ég bið þau ykkar sem óskað er að taka til máls vinsamlegast að gefa mér þetta til kynna þegar að því kemur, til dæmis með því að rétta upp hönd eða gefa mér annars konar merki þegar ekki orðið laust og þá mun starfsfólk fundarins koma til ykkar með hljóðnema. Ég bið ykkur vinsamlega að byrja á því að kynna ykkur og tilgreina fyrir hvað aðila þið mætið á fundin og takið til máls, þannig að unnt verður að færa það allt saman til bókar. Atkvæðagreiðsla mun venju samkvæmt fara fram með handauppréttingu þar sem fundargestir rétta upp atkvæðaspjöld og þeir sem mæta fyrir hönd stéttarfélaga eiga að fengi rauðspjöld í hendur en þeir sem mæta sem fulltrúar samtaka atvinnulífsins bláspjöld. Þá er hins vegar ekkert að vanbúnaði að ganga til dagskrár. Dagskrárliður 2 lýtur að samþykkt fundargerðar síðasta ársfundar Festu sem haldin var 4. maí í fyrra en fundargerðin var send að aðildarfélögum sjóðsins með fundarboði nú í apríl. Það verður því ekki talin ástæða til að lesa fundargerðina upp. Er einhver hér sem óskar eftir að taka til máls undir þessum dagskrárlið áður en fundargerðin verður borin undir atkvæði? Það er þá fært til bókar að svo er ekki og þá verður fundargerðin borin undir atkvæði. Þau ykkar sem vilja samþykkja fundargerðina eins og hún liggur fyrir
Vinsamlegast réttið upp atkvæðaspjaldið eða spjöldin ykkar. En þá þau ykkar sem eru andvíg og vilja ekki samþykkja fundargerðina eins og hún liggur fyrir, vinsamlegast réttið upp hönd eða spjöldin. Þakka ykkur fyrir. Þá telst fundargerðin fyrir ársfundi festu árið 2023 samþykkt og staðfest án athugasemda eða mótatkvæða. Þá komum að þriðja lið á dagskrá fundarins en stjórnarformaður festu Kristín Magnúsdóttir mun nú flytja skýrslu stjórnar. Gjörðu svo vel, Kristín. Já, takk Viðar. Fundarstjóri og fundarmenn. Árið 2023 einkenndist af mikilli verðbólgu og háum vöxtum sem leiddu til slakrar ávöxtunar innlendra hlutabréfa. Aukin og þrálát verðbólga hefur mjög neikvæð áhrif á skuldbindingar sjóðsins sem eru á fullu verðtryggðar. Það er mikið hagsmunamál fyrir sjóðinn að það náist að koma böndum á verðbólguna. Jarðhræringar á Reykjanesi hafa skapað mikla óvissu á starfsvæði sjóðsins. Mikilvægir innviðir eru í hættu og því forgangsmál að tryggja öryggi þeirra eins og unnt er. Auk þess eru fyrirætlanir ríkisstjórnar slit ÍL-sjóðs og óvissa uppgjör skuldabréfa útgefin af ÍL-sjóði mikið áhyggjuefni. Ef af verður er hætta á að það muni leiða til langvarandi málaferla. Bundnar eru vonir við að samningaviðræður uppgjör sem nú er í gangi muni leiða til farsællar niðurstöðu. Tryggingafræðileg staða sjóðsins batnar lítillega á milli ára. Staðan var neikvæð 4,4% í árslok 2023 en var neikvæð 4,6% í árslok 2022. Staðan batnar lítillega þrátt fyrir slaka ávöxtun eigna á árinu og stafar það meðal annars að lækkun skuldbindinga vegna nýrra sértækra lífslíkna sjóðsfélaga. Hrein eign sjóðsins til greiðslu lífeyris var í lok árs 2023 rúmlega 280 milljarðar króna og jukust eignir sjóðsins 28,2 milljarða króna eða 11,2% með árslok 2022. Iðgjöld síðasta árs án framlags til jöfnunar örorkubyrði námu tæplega 15,6 milljörðum króna og hækkuðu 15,6% frá fyrra ári og já, þetta er rétt, 15,6 milljarðar og 15,6%. Árlegur vöxtur iðgjaldatekna var og yfir 20% árunum 2015 til 2018 sökum mikils efnahagslegs uppgangs á starfssvæði sjóðsins. Árinu 2019 dró nokkuð úr þeim vexti og sökum áhrifa COVID-19 var lítilegur samdráttur í iðgjaldatekjum árið 2020. Sú þróun snerist við árið 2021 og hafa iðgjaldatekjur sjóðsins farið vaxandi síðan. Til sjóðsins greiddu samtals 20.228 sjóðsfélagar hjá 3.070 launagreiðendum. Virkir sjóðsfélagar, það er þeir sem greiða til sjóðsins í hverju mánuði yfir 12 mánaða tímabil voru 15.553 og fjölgaði þeim 843 frá fyrra ári. Samtals fengu 12.466 lífeyrisþegar greiddan lífeyri hjá sjóðnum síðastliðið ár og fjölgaði þeim 728 frá fyrra ári eða 6,2%. Fjölgunin var mest í hópi ellilífeyrisþega eða 9,7%. Örorku- og makalífeyrisþegum fækkar lítillega. Þess ber að geta að margir lífeyrisþegar njóta fleiri en einnar tegundar lífeyris en alls fengu 11.561 einstaklingur greiðslur frá sjóðnum á árinu. Lífeyrisgreiðslur samtryggingadeildar vegna ársins 2023 námu 7,3 milljörðum króna og hækkuðu tæplega 24% milli ára. Skýrist það aðallega á fjölgun ellilífeyrisþega, hækkunar á réttindum greiðsluþega 6,8% en einnig vegna þess að lífeyrir er verðtryggður og verðbólga var 8% á árinu. Langstærsti hluti lífeyrisgreiðslna er ellilífeyrir eða sem nemur 67,8% en einnig vega örorkulífeyrisgreiðslur þungt eða 28,1%. Hlutfall örorkulífeyris hefur farið lækkandi frá árinu 2014 þegar hann var 34% af heildarlífeyrisgreiðslum. Mikilvægt er að hafa í huga samband hlutfalls lífeyrisbyrðar og hlutfall örorkulífeyris. Lífeyrisbyrði festu er lág eða 45,7%. Eftir því sem lífeyrisbyrðin þyngist og fleiri fara á ellilífeyri má gera ráð fyrir því að hlutfall örorkulífeyris lækki.
Afar mikilvægt að vinna áfram að því að ná árangri í að draga úr nýgengi örorku og aðstoða örorkulífeyrisþega eins og kostur við að ná aftur virkni til starfa. Örorkulífeyrisþegum hefur fækkað lítillega undanfarin ár og kann það að benda til þess að sú vinna sé mögulega að skila árangri. Lífeyrisbyrði, það lífeyrir sem hlutfall af iðgjöldum, var 45,7% á árinu 2023 samanborið við 42,8% árið áður. Lífeyrisbyrði sjóðsins lækkaði þó nokkuð á árunum fyrir COVID, enda var vöxtur iðgjalda verulega umfram vöxt lífeyrisgreiðslna á því tímabili. Lífeyrisbyrði fylgir hagsveiflu á stórum hluta en með öfugum formerkjum. Þannig lækkar lífeyrisbyrði þegar atvinnustig er hátt en hækkar þegar illa árar í hagkerfinu. Lífeyrisbyrði sjóðsins er lág í samanburði við lífeyrissjóði almennt, en til lengri tíma má búast við að lífeyrisbyrði sjóðsins aukist, en hún mun áfram sveiflast í takt við hagsveiflur. Á árinu 2023 greiddu, eins og áður sagði, 3.070 launagreiðendur iðgjöld til sjóðsins. 15 stærstu launagreiðendurnir stóðu fyrir 28% af iðgjöldum. Icelandair ehf. Var stærsti greiðandi til sjóðsins með 5,9% allra iðgjalda, en Norðurál kemur næst á eftir með 4,1%. Festa lífeyrissjóði nýtur bæði góðrar landfræðilegrar dreifingar og nær til fjölda ólíkra atvinnugreina þegar litið til iðgjaldatekna. Hrein nafnávöxtun samtryggingadeilda, það nafnávöxt að teknu tilliti til kostnaðar, var jákvæðum 7,5% á árinu 2023, en það samsvarar 0,5% í neikvæðar hreina raunávöxtun, þar sem verðbólga var 8%. 5 ára meðaltal hreinnar raunávöxtunar var í árslok jákvætt 3,7% og 10 ára meðaltal var jákvætt 4,2%. Festa rekur 2 séreignadeildir, tilgreinda séreign og almenna séreignadeild. Á árinu 2023 greiddu 477 sjóðfélagar til almennar séreignadeildar og 495 sjóðfélagar til tilgreindrar séreignadeildar. Í árslok eiga 5.796 sjóðfélagar réttindi í almennri séreignadeild og 870 sjóðfélagar í tilgreindri séreignadeild. Eignir þessara deilda eru fjárfestar sameiginlega. Hrein eign beggja séreignadeilda nam tæplega 1,5 milljarði í árslok. Sparnaðarleiðir í hvorri séreignadeild eru 2, sparnaðarleið 1 og sparnaðarleið 2. Hrein nafnávöxtun sparnaðarleiðar 1 var jákvæðum 2,7%. Hrein nafnávöxtun sparnaðarleiðar 2 var jákvæðum 11,2% á árinu 2023. Endurskoðunarnefnd sjóðsins starfar í samræmi við lög ársreikninga. Hún er undirnefnd stjórnar og skipuð 2 stjórnarmönnum og 1 utanaðkomandi aðila sem jafnframt löggiltur endurskoðandi. Formlegi fundir nefndarinnar á starfsárinu voru 7. Hlutverk og tilgangur nefndarinnar er að leitast við að tryggja áreiðanleika og gæði ársreikninga og annarra fjármálaupplýsinga ásamt því að kanna óhæði endurskoðenda sjóðsins. Endurskoðunarnefnd hefur eftirlit með fyrirkomulagi og virkni innra eftirlits sjóðsins, innri endurskoðun og áhættustýringu. Nefndin gerir jafnframt tillögu til ársfundar endurskoðendur sjóðsins. Áherslu stjórnar og starfsárinu lutu að stefnumótun og uppfærslu megin stefnuskjala og innri reglna sjóðsins auk gerðar eigin áhættumats. Stjórnin lét framkvæma mat á sértækum lífslíkum sjóðsins á árinu sem leiddi til lækkunar og skuldbindingum hans, eins og áður sagði. Jafnframt fékk sjóðurinn ytri aðila til aðstoð við framkvæmd sjálfsmats stjórnar og frammistöðumats framkvæmdastjóra. Stjórn var nú sem fyrr samhent í störfum sínum. Formlegi fundir stjórnar og starfsárinu voru 16, en auk þess hafa stjórnarmenn og framkvæmdastjóri samband á milli formlegra funda þegar tilefni er til. Formaður og varaformaður funda ávallt með framkvæmdastjóra einu sinni í mánuði í aðdraganda stjórnarfunda. 2 fulltrúaráðsfundir voru haldnir á starfsárinu að hausti og að vori í samræmi við samþykktir sjóðsins. Með tilkomu fulltrúaráðsfunda hefur upplýsingaflæði á milli stjórnar og fulltrúa í fulltrúaráði sjóðsins batnað verulega. Starfsemi Festu hefur gengið vel á því starfsári sem nú er að líða, þrátt fyrir erfitt árferði. Þrátt fyrir slaka afkomu eignum sjóðsins á árinu 2023 batnar tryggingafræðileg staða hans lítillega.
Sjóðurinn stendur því traustum fótum og ávallt vert að hafa í huga að lífeyrissjóðir eru langtímafjárfestar en meðaltal hreinna raunávöxtar sjóðsins mjög gott eða 4,2%. Hins vegar langvarandi þrálát verðbólga áhyggjuefni fyrir sjóðinn í ljósi þess að skuldbindingar hans eru að fullu verðtryggðar. Því bind ég vonir við að nýgerðir kjarasamningar verði til að stemma stigu við áframhaldandi verðbólgu en jafnframt mun reyna á hið opinbera að sýna aðhald í ríkisfjármálum til að ná verðbólgu niður. Fyrir hönd stjórnar flyt ég starfsmönnum festu, fulltrúum í undirendum fulltrúaráðs og stjórnar, fulltrúaráðsmönnum, sjóðfélögum og sjóðfélögum, þakkir fyrir ánægjulegt samstarf og samskipti á árinu sem að líða og jafnframt þakka ég fráfarandi stjórnarmanni fyrir gott samstarf og býð nýjan velkomin til starfa. Takk fyrir. Þakka þér fyrir, Kristín. Nú fundargestum að sjálfsögðu frjálst að taka til máls undir þessum dagskrárlið ef þeir svo kjósa, en fundarstjóri leggur hins vegar til að hugsanlega umfjöllun og umræður skýrslu stjórnar fari fram með umræðum í kjölfarið á kynningu á ársreikningi sjóðsins sem næsti dagskrárliður. Þarna einhver sem óskar að taka til máls. Hljóðnuminn. Gjörðu svo vel. Þér velkomin að bera upp fyrirspurn úr pontu ef þú kýst það heldur, eða að standa þarna og nota ekki hljóðnema, hvað sem þú kýst heldur. Gjörðu svo vel. Sælveriði, Harður Hetja Guðbrandsson, formaður Verkalýðsfélags Grindavíkur. Það kemur svo sem ekkert á óvart að þessi búið að slaka á mikrofóninu áður en ég fékk hann. Það djók. Ég bara með 3 spurningar varðandi þessa áskýrslu. Það aldurssamsetningin. Það kom fram að það hefur breyst tryggingafræðilega í hverju nákvæmlega lá þessi breyting á aldurssamsetningu eða lífslíkum. Síðan spurning númer 2. Hver að sjá samninga við ríkið vegna íbúðalánasjóðs? Hvernig fer það fram? Og svo í 3. lagi, þá eins og við vitum örorkubyrði lífeyrissjóða mjög misjafn og erfiðisvinnusjóðirnir að borga miklu hærra hlutfall í örorkubyrði heldur en aðrir. Eitthvað í gangi til að reyna að leiðrétta þetta óréttlæti að erfiðisvinnufólki sé að setja meira af sínum eftirlaunum í örorku heldur en aðrir sjóðir. Takk fyrir. Takk fyrir. Má bjóða þér að svara, Kristín, eða einhverjum úr stjórn eða framkvæmdastjóra? Já, það Gylfi Jónasson sem mun svara. Gjörðu svo vel. Varðandi fyrstu spurninguna og þessa athugun á sértækum lífslíkum sjóðfélaga. Við erum reyndar með tryggingastarfsfræðinginn hérna í salnum en ég skal reyna að svara og hann gefur mér þá fallengun eða ekki. En þannig að það eru til líkur lífslíkur fyrir þjóðina alla og síðan til líka lífslíkur fyrir þá sem greiðir lífeyrissjóði. Og það eru heldur betri vegna þess að þeir sem aldrei greiði lífeyrissjóði hafa þá væntanlega fæðst með einhverja fötlun og lífslíkur þeirra þar af leiðandi skemmri. En síðan eru sjóðirnir teknir út, það svona orðið reglubundnara á síðustu kannski
10-15 árum kanna hvernig þeir standa miða við þetta meðaltal. Og í athugun sem að Tannlæknafélagið framkvæmdi í september á síðasta ári, þá kom bara í ljós að lífslíkur bæði karla og kvenna eru umtalsvert eða allavega marktækt, tölfræðilega marktækt lægri heldur en þetta meðaltal þeirra sem greiða í lífeyrissjóði. Það hefur áhrif á skuldbindingar sjóðsins og þess vegna batnar tryggingafræðileg staða lítillega þrátt fyrir slaka afkomu. Vona þetta svari spurningunni. Nú varðandi samninga við Íbúðalánasjóð, að þá ákveðu lífeyrissjóðir að standa saman í þeirri vegferð og fengu lögmannsstofuna Logos til að vera þeim ráðgefandi, sérstaklega varðandi bara lögmæti þessar aðgerðar og síðan líka verðbréfafyrirtæki Arctica Finance til að koma að fjárhagslegum útreikningum og þessir aðilar eru ásamt nokkrum fulltrúum frá lífeyrissjóðum, það samninganefnd lífeyrissjóða við ríkisvaldið. Þetta náttúrulega mjög alvarleg aðgerð og það hefur nú komið í ljós til þess að Íbúðalánasjóði verði slitið, þá þarf að fara í gegnum þingið lög slit og ógjaldfæra opinberra aðila. Og þið eitthvað sem fylgist með fréttum sjáið það að það eru nú nokkrir þessara opinberra aðila sem hafi komið hlaupandi móður og másir og sagði nei, þetta getur ekki gert meðal annars Seðlabanki Íslands. Vegna þess að ef að lánamarkaðir á alþjóðavettvangi væri þess meðvitaðir að það væri hreinlega hægt að setja Seðlabankann í þrot. Lögin eru til þess gerð að setja Íbúðalánasjóð í þrot, en þau verða að vera almenns eðlis. Og nú annar aðili sem hefur sett spurningamerki við þetta lánasjóð sveitarfélaga, þetta mun hafa áhrif á lánakjör þessar aðila. Þriðja dæmi sem ég get nefnt félagsbústaðir hjá Reykjavíkurborg. Þannig að það eru nú margir lögmenn sem velta því fyrir sér hvort að mögulega fara þessi lög í gegn, hugsanlega, best væri að þau gerðu það nú ekki, en að Íbúðalánasjóði verði síðan aldrei slitið til þess að reyni aldrei á þessi lög. En við vonum að samningaleiðin takist. Og nú varandi örorkubyrðina, og þetta er alveg rétt hjá þér, að hún leggst misþungt á lífeyrissjóðina, að hingað til þá hefur árlega verið reiknuð hlutdeild lífeyrissjóða í framlagi til jöfnunar örorkubyrði. Það er, ég vona að fara í rétt með það, fjármagnað úr tryggingagjaldinu og Festa hefur notið þessa framlags og menn fá þá, eða sjóðirnir fá mismikið út úr þessum útreikningi. Ég held ég hafi nú sagt það áður á ársfundum að það eru 2 lífeyrissjóðir sem hafa notað framlagið til þess að auka réttindi sjóðfélaga og það eru Festa og Gildi. Að við erum að veita og vorum lengi vel að veita 4% uppbót á öll iðgjöld sem eru greidd inn í sjóðinn. Það er að segja í hverju mánuði þá bættist við 4% iðgjaldauppbót og svo vorum við að greiða 4% lífeyrisuppbót mánaðarlega. Á síðasta ársfundi þá þurftu vegna þess að það þarf að reikna nægjanleika framlagsins, annars vegar hversu mikið þessi réttindaaukning kostar okkur hverju ári, hún má ekki fara umfram framlagið og þess vegna var gengið frá breytingum og samþykktum þar sem að skal ég segja ykkur iðgjalda uppbótin, hún verður lækkuð í skrefum en lífeyrisuppbótin hún er döfuð hjá mér. Þakka þér, gott að hafa tryggingastarfræðingana að iðgjaldauppbótin verður aukin jafnt og þétt meðan að lífeyrisuppbótin verður lækkuð held ég bara niður í 0 upp úr 2030. Þannig að það þetta, hitt er annað og þetta er góð spurning, hörður. Hvað ætlar svo núverandi ráðherra sem hefur boðað mikla breytingar á örorkulífeyriskerfinu, hver er framtíð þessa jöfnunarframlags í þeirri vegferð? Það verður fróðlegt að sjá.
Þannig að, takk. Þakka þér fyrir, Gylfi. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum dagskrárlið? Það var lengra ára haldið. Gjörðu svo vel, Hörður. Sæl verið aftur, hérna bara aðeins viðbót, sko, engin fyrir festa að reyna að vinna gegn þessu óréttlæti, annarkvort að auka framlag ríkisins til að minnka örorkubyrðina hlutfallslega hjá festa og gildi þá þessum vinnusjóðum, af því það er mjög óréttlátt að fólk fyrst fórni heilsunni í vinnu og síðan verði það til þess að það skerði eftirlaunir þeirra. Takk fyrir. Þakka þér fyrir. Er einhver til svars? Já, gjörðu svo vel, Gylfi. Sko, varðandi þetta, þá eru tveir aðilar sem eru bakhjarlar lífeyrissjóðakerfisins. Það er annars vegar stéttarfélög landsins og hins vegar samtök atvinnulífsins. Og þetta eru þeir aðilar sem geta knúið fram breytingar. Innan lífeyrissjóðakerfisins þá eru þetta ekki sérstakur einhugur þetta mál því að það eru sumir lífeyrissjóðir sem eru með tiltölulega létta örorkubyrði. Þannig að það mun aldrei nást einhver samstaða innan landstækka lífeyrissjóða þetta mál. Þetta er raun og veru eitthvað sem aðilar vinnumarkaðarins gætu knúið á og sannarlega gerðu það þegar þetta framlag því var komið á fót á sínum tíma. En þetta er eitthvað sem verkalýðshreyfingin gæti byggt sér í. Takk. Þakka þér fyrir, Gylfi. Eru aðrir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Þakka ykkur fyrir. Þá er það fært til bókar. En þá erum við komin að 4. lið á dagskrá fundarins og Gylfi Jónasson, framkvæmdastjóri Festu, mun nú kynna ársreikning Festu fyrir árið 2023. Gjörðu svo vel, Gylfi. Afsakið þessa töf. Ég ætla að fara hratt yfir helstu lykiltölur í ársreikningi sjóðsins og við byrjum á breytingar á hreinni eign sem er svona ígildi rekstrarreiknings hjá félögum. Ígildatekjur sjóðsins eru þarna tæplega 16,5 milljarður og þær aukast tæplega 16% á milli ára. Við höfum ekki merkt, það var mikil umræða í fjölmiðlum einhvers konar samdrátt í ferðaþjónustu núna á vetrarmánuðum eftir áramótin. Við höfum ekki alveg merkt það. Þannig að því að sjóðurinn náttúrulega starfsæðisjóð sem ferðaþjónusta er mjög ráðandi, sérstaklega á Suðurlandi og Suðurnesjum. En við erum að sjá þarna alveg ágætsaukningu. Nú lífeyris greiðslur eru 7,5 milljarður. Og aukast 23,6% kom fram í máli formanns að þetta er mikil aukning en það stafar eiginlega af þrennu. Í fyrsta lagi þá jukum við réttindin í ársbyrjun 2023 6,8%. Verðbólga síðasta árs var 8%. Samvegin áhrif þess að tveggja eru bara 15,3%. En jafnframt þá sjáum við mikla aukningu í ellilífeyri og það er sérlega í snemmtaka ellilífeyris og þar, ég nefndi þetta á fullorðsfundinum í byrjun apríl, að fólk er í auknum mæli að fara á lífeyri fyrir 67 ára aldur. Það hefur engin áhrif á skuldbindingar sjóðsins, þetta er bara greiddur ellilífeyri er bara greidd skuldbinding.
en bara mjög áhugavert að sjá það að fólk gerir grein fyrir því að það þetta samspil á milli almannatrygginga og greiðslu úr lífeyrissjóðum og hún lífeyristekjum í óhag því að frítekjumark ellífeyris 25.000 krónur meðan að frítekjumark atvinnutekna 200.000 og það töluvert óréttlæti og margir búin að nefna þetta að og ástæðan auðvitað sú að á sínum tíma verið ódýrara fyrir ríkið að auka frítekjumark atvinnutekna því það miklu færri sem vinna eftir 67 aldurinn. Hitt væri dýrari aðgerð en hins vegar þá þessar 25.000 krónur staðið óhreyfðar í einhver ár og ástæða til að fara að skoða það. Nú síðan hreinar fjárfestingartekjur 19,7 milljarðar og aukast verulega því að árið 2022 var mjög slæmt fyrir lífeyrissjóðina og rekstrarkostnaður eykst 7,7%. Það var fjölgun rúmlega 1 stöðugildi hjá okkur og síðan auðvitað mikið verðbólga þannig að það að hafa áhrif á reksturinn. Þetta nú vel innan ósköp eðlilegt. Hrein eign eykst 22,8 milljarða frá fyrra ári og hrein eign í árslok 280,2 milljarðar. Og skoðum rekstrarkostnaðinn lítið að ég nefndi hann við Festahead rekinn mjög hagkvæmt. Við erum með 0,17% kostnaður sjóðsins sem hlutfall af meðalstöðu eigna. Það að segja eigna í meðaltal eigna í upphafi og lok árs og það svona með því í lægri kantinum meðal lífeyrissjóða. Okkur svona tekist hægt og rólega frá 2006 sem stofnár sjóðsins að ná þessu niður. Efnahagsreikningurinn, það hlutabréfasjóðir 146 milljarðar og skuldabréf og veðlán 120 og tæplega 127 milljarðar. Það hefur verið lögð meiri áhersla á ákaup skuldabréfa á síðasta ári. Ávöxtunarkrafa skuldabréfa í hæstu hæðum þannig að það skynsamlegt fyrir lífeyrissjóð að læsa inni slík verð á skuldabréfum og fyrir langtíma fjárfestar og þetta tækifæri til þess að kaupa slík bréf. Fjárfestingar Sandals 273 milljarðar tæpir, kröfur og launagreiðendur 2,2 milljarðar tæplega og sjá að ígilda tekjur að aukast hjá sjóðnum, þá ósköp eðlilegt að útistandandi hverjum tíma sé eitthvað að hækka. Við erum ekki að sjá aukningu vanskila í sjóðnum. Þau hafa bara verið, skil hafa verið bara með mjög góðu móti núna í nokkur ár. Tek það fram að til dæmis áramót þá eru iðgjöld desembermánaðar sem krafa, ekki beinlínis vanskil. Nú aðrar kröfur, þarna oftast viðskiptaskuldir ýmiss konar að ræða, hugsanlega vegna sölu eigna, en þarna þetta stóra hluta þetta fræga örorkuframlag sem við ræddum á hann, það var ógreitt áramótin, rúmlega 800 milljónir og svo einhverjar aðrar kröfur okkar. Nú rekstrarfjármunir, það ósköp skrifstofubúnaður aðallega og reyndar fasteigna á Akranesi. Handbært fé 4,3 milljarðar og eykst þarna á milli ára og viðskiptaskuldir, það aðalega rekstrarskuldir en jafnframt skuldir við þau stéttarfélög sem við þjónustum. Við erum að innheimta félagsgjöld fyrir nokkur stéttarfélög og skuldum þarna eitthvað í lok árs. Nú sjóðstreymið bara hratt yfir, þetta inngreiðslurnar náttúrulega aðalega iðgjöld og útgreiðslurnar aðalega lífeyri. Ráðstöfunarfé þarna 7,6 milljarðar og því ráðstafað þannig að við eyðum 6,8 milljörðum í fjárfestingar og ég stjörnum ekki þann lið bara til þess að sundurgreina neðst á síðunni, þá sjáum við það. Í fyrsta lagi þá erum við að fá inn
tekjur af fjárfestingum sem eru þá arðgreiðslur félaga. Við erum að fá greiddar verðbætur og vexti af skuldabréfum og svo framvegis og það eru 12,4 milljarðar. Síðan erum við að kaupa í félögum og sjóðum fyrir 5,3 tæplega og við erum að kaupa skuldabréf fyrir tæplega 14 milljarða og samanlagt eru þetta þá 6,8 milljarðar. Þannig að við eyðum ekki öllu sem kemur inn í gegnum rekstur og það hækkar þá sjóðstöfur 857 milljónir. Síðan hluti handbærsfés hverju sinni í erlendu gjaldeyri og hann ber að virða á gengi á uppgjörstigi og það kann að skapa hagnað eða tap og þarna hefur verið gengismunur upp á 113 milljónir í mínus og handbærsfé þá í árslok 4,3 milljarðar. Nú bara svona mikilvæga skýringar að við erum með tæplega 17 milljarða í skuldbindingar utan efnahags. Þetta eru loforð sem sjóðurinn hefur gert gagnvart rekstraraðilum sérhæfðra sjóða, framtakssjóðir sem fjárfesta þá í óskráðum hlutabréfum, sérhæfðu skuldabréfasjóðir sem fjárfesta í óskráðum skuldabréfum. Það kann að vera skuldabréf með tryggingum í fasteignaveði, annars konar veðum eða skuldabréf með breytirétti. Þannig að og síðan fasteignasjóðir. Og þarna nú mesta skuldbindingin tæpi 14 milljarðar í erlendum slíkum sjóðum og rúmlega tæplega 14 milljarðar og rúmlega 3 milljarðar í innlendum. Og sjóðurinn vel stakk í búinn til þess að vera fjárfestir í þessum eignaflokkum því að eins og við nefndum áðan þá lífeyrisbyrðin lág og þar af leiðandi greiðslustreymi sjóðsins jákvætt og þannig að það þarf auðvitað að vakta svona fjárfestingar þannig að það séu til fjármunir til þess að standa við innkallanir á loforðum. Nú kennitölur eins og nefndi áðan þá nafnávöxtun 7,5% sem að þýðir 0,5% í neikvæða raunávöxtun í 8% verðbólgu. 5 og 10 ára meðaltal hreinnar raunávöxtunar eru þokkaleg. 10 ára 4,2% þannig að við erum í bara þokkalegu málum enn sem komið Eignasamsetningin þannig að það tæplega 36% í erlendri mynt í lok árs og síðan fjöldi virkra sjóðfélaga voru 20.200 sjóðfélaga sem greiddu til sjóðsins árið 2023 en meðaltal þeirra sem greiddu í hverjum mánuði voru 15.553 sem aukning á fyrra ár og meðaltal þeirra sem fengu greiddan lífeyri í hverjum mánuði voru 9.840. Nú skipting fjárfestinga við auðvitað leggjum áherslu á mikla dreifingu eigna og það þarna hlutabréf vega hvað þyngst en eftir koma ríkistryggð skuldabréf og skuldabréf fyrirtækja og sérhæfðar fjárfestingar. Nú ég nefndi áðan að verðbólga hefði verið há og það ekki auðvelt að ná fram hárri raunávöxtun við slíkar aðstæður. Þá sjáið þið hvernig einstakir eignaflokkar gerðu. Þetta eru hrein nafnávöxtun, það síðan nafnávöxtun eftir allan kostnað við rekstur sjóðsins og síðan hrein raunávöxtun og jafnvel þó að þetta sé skapleg nafnávöxtun þá þetta allt sem frekar svona slök raunávöxtun í þessu umhverfi. Nú við reiknum líka árangur sjóðsins með viðmið. Við setjum fram viðmið árangur fjárfestinga í fjárfestingarstefnu sjóðsins og þetta viðmið gefur raunávöxtun upp á -0,9 meðan að raunveruleg raunávöxtun var -0,5 og þá reyndar í þessu viðmið ekki reiknað en kostnaður. Þannig að við erum þó allavega að gera betur heldur en viðmiðið og það ber að hafa í huga eins og við komum fram áðan að það eru sveiflur í ávöxtun en til lengri tíma þá ávöxtun þokkalega vel viðunandi.
eða 4,2% í hreina raunávöxtun. Séreignardeildirnar, þær eru ólíkar, önnur bara í innlendum eignum, aðalega skuldabréfum og hins vegar innlendum hlutabréfum, og hún ekki gera, það ekki flugeldasýning þar, en það hafa skuldabréf á gangvirði, þau hafa lækkað vegna þess að ávöxtunarkrafan hækkar, þá lækkar verðið á skuldabréfunum, og séreign 1 gerði ekkert sérstaklega vel, 2,7% í nafnávöxtun, en séreign 2 að gera bara alveg ágætlega, og það allt út af því að í lok árs voru 37% eigna hennar í erlendum hlutabréfum, og það bara mjög gott. Ekki mikið meira þetta að segja. Það eru þarna 660 sem sagt sjóðfélagar sjóðsins sem eru í séreigndeild. Það eru að sjálfsögðu miklu fleiri sem velja viðbótarlífeyrissparnað, en þeir eru bara víða eins og gengur og gerist. Skipting fjárfestingarsparnaðarleið 1 að langstærstu hluta í ríkisskuldabréfum, en jafnframt í innlendum hlutabréfum og öðrum tegundum skuldabréfa, og sparnaðarleið 2 þetta að langstærstu leyti í hlutabréfum og sér í lagi erlendum. Síðan ríkisskuldabréf vega nokkuð þungt líka. Já, þá held ég lokið máli mínu. Takk fyrir. Þakka þér fyrir, Gylfi. Nú rétt að taka fram að samkvæmt öðrum tölulið í grein 5.8 í staðnæmdi sjóðsins gert ráð fyrir ársreikningur sjóðsins einungis kynntur en ekki borinn undir atkvæði, enda hann á ábyrgð stjórnar sjóðsins og því ekki borinn undir atkvæði. Einhver hér sem óskar eftir taka til máls undir þessum dagskrárlið? Þakka ykkur fyrir, það þá fært til bókar. Þá erum við komin að 5. lið á dagskrá fundarins, en Benedikt Jóhannesson hjá Talnakönnun mun kynna tryggingafræðilega úttekt vegna sjóðsins. Gjörðu svo vel, Benedikt. Já, fundarstjóri og ágætu sjóðfélagar. Ég mun nú fara hratt yfir tryggingafræðilega athugun. Það búið að segja svona nokkur aðalatriðin, en bara til þess að rifja upp hvað það sem verið að reikna. Við erum alltaf að tala tvískiptingum á útreikningunum og á skuldbindingunum. Annars vegar erum við að tala áunna stöðum. Það það sem að sjóðfélagar eru búnir að vinna sér inn á áramótadegi. Það að segja, það svo stað sem myndast af þeim iðgjöldum sem þegar hafa verið greidd og þeirri ávöxtun sem að hefur náðst af frádregnum kostnaði. Þannig áunnastaðan með fortíðina og móti henni koma allar eignir sjóðsins áramót. Svo það framtíðarstaðan, þá athugið hvað áætlum við að virkir sjóðfélagar, þar að segja þeir sem greiddu til iðgjöld til sjóðsins á árinu 2023, muni greiða þangað til þeir fara á eftirlaun til sjóðsins, hvað muni þeir vinna sér og á móti kemur og hvað muni þeir vinna sér inn mikil réttindi. Þannig að eignin þar, það ekki raunveruleg eign, heldur það metið verðmæti þessara framtíðariðgjalda og skuldbindingin, það metin skuldbinding vegna þessara iðgjalda. Nú tryggingafræðilega staðan, það búið að tala það að hún neikvæð 4,4% sem heldur betra heldur en í fyrra, en hún skiptir í tvennt og ég ætla að tala fyrst framtíðina. Hún neikvæð þarna mínus 4,2%. Ástæðan nú ekki svo, yfirleitt það þannig að, og reyndar það hér líka, að ef að framtíðin neikvæð, að þá nægja iðgjöldin ekki fyrir þeim réttindum sem sjóðfélagar vinna sér inn. Ástæðan fyrir því á þessum sjóði og mörgum öðrum hliðstæðum sjóðum svo að það var ákveðið á sínum tíma þegar var verið að skipta úr
jafnri innvinnslu fyrir iðgjöld yfir í aldursháða ávinnslu réttinda, að þeir sem að þá voru í kerfinu mættu að halda áfram að greiða af jafnvirði þeirra launa sem þeir voru með þá til eftirlaunaldurs. Jöfn ávinnsla virkar þannig að ungt fólk, það er raun og veru að borga hærra iðgjald heldur en réttindin sem að það fær, en eftir miðjanaldur, svona upp úr 40, að þá er fólk að borga lægri iðgjöld heldur en réttindin sem að það fær, og ástæðan er svo að það er bara skemmri tími sem næst að ávaxta þessi iðgjöld. Og þess vegna verður, meðan að þetta kerfi er enn á líði, þá verður þarna halli. Hann hins vegar mun minnka ár frá ári, og núna minnum við að yngsti sé 40, eða yngsti árgangurinn sé 43 ára af þeim sem að eru í þessu kerfi, og það alltaf minnkar sá hluti. Réttindataflan hins vegar sem að endurspeglar aldursháðu innvinnsla, hún er nokkurn veginn rétt. Áfallastaðan er aftur á móti neikvæð þarna 7,3%. Það er ekki gott. Það er alvarlegt ef áfallin staða er neikvæð ef hún er neikvæð yfir höfuð, þá er það bara ekki gott, og sérstaklega ef hún fer út fyrir mínus 5%. Það er engin lagaleg skilyrði sem hafa kviknað við það að hún sé í mínus 7,3, en aftur á móti þá er það nauðsynlegt fyrir stjórn og sjóðfélag að vera meðvitað það að ef að ávöxtun batnar ekki fljótlega, þá getur þessi neikvæða staða leitt til þess að það muni þurfa að minnka réttindi sjóðfélaga, vegna þess að það er ekkert að bak við réttindi sjóðfélaga annað heldur en það er eignir sem í sjóðnum eru. Þannig að ég vek athygli sjóðfélaga á þessu, bara til þess að rifja aftur á móti upp hverjar eru lagaskilyrðin. Þau eru það að ef heildarstaða sjóðsins fer út fyrir mínus 5% í 5 ár, að þá ber að lækka réttindi, eða fer út fyrir mínus 10% í 1 ár. Hvorugt skilyrði er uppfyllt hérna, en það dregur ekki úr því að þetta er ekki gott ef að þetta er á þennan veg, eins og er þarna. Nú, þá tökum við breytingarnar frá fyrra ári, að þar sjáum við það að staðan breyttist í raun og veru tiltölulega lítið. Það er eins og margir sjóðfélagar vita, þá er mál núna fyrir Hæstarétti, sem var sjóðfélagi sem fór í mál við Lífeyrissjóð verslunarmanna og rak það fyrir héraðsrétti í Reykjavík og vann það mál, og þar voru þær breytingar sem voru gerðar á réttindakerfi sjóðsins, þar að segja Lífeyrissjóðs verslunarmanna, dæmdar ólöglegar. Við höfum kynnt okkur þennan dóm, mjög margir hafa kynnt sér þennan dóm, og þar með talið náttúrulega lögmenn þessa sjóðs hér. Það er alls ekki víst, jafnvel þó að þessi dómur er staðfestu fyrir Hæstarétti, að hann eigi við festu lífeyrissjóð. Aðstæður eru að ýmsu leyti öðruvísi. Í festu þá var engin lífeyrisþegi sem að lækkaði nettó við þessar breytingar, en það er eitt af því sem að nefnt var í forsendum dómsins, að hjá Lífeyrissjóði verslunarmanna hefðu sumir lækkað og aðrir hækkað. Engu að síður þá töldum við rétt að sýna hvaða áhrif þetta gæti haft á heildarstöðuna ef þessar réttindabreytingar falla úr gildi. Þá mundi staðan versna verulega, það er að segja úr mínus 4,4% í mínus 7,7%. Þannig að með þess er ég ekki að boða að þetta gerist. Ég satt að segja auðvitað vona að þetta gerist ekki, en það er hins vegar skylda okkar að segja frá því hvað afleiðingar þetta hefði ef þetta gerist og ef þetta á við þennan lífeyrissjóð. Nú þá er það breytingar á áfallinni skuldbindingu. Þetta er svona smá línuritt sem að ég sýni nú kannski að sumu leyti til gamans.
Það er að segja að þetta kannski nú ekkert mjög skemmtilegt nema fyrir starffræðinga að horfa á þetta, en það sem mér finnst merkilegt þegar ég að horfa á þetta, það hvað breytingarna sem eru frá hverju ári, súlurnar þarna sem að sýna iðgjöldin, það svo sem lengst til vinstri frá ykkur séð, það er að segja sem lengst til vinstri regnin, svo koma iðgjöldin, svo koma greiddur lífeyrir og svo framvegis hækkun vaxta, og hækkun vaxta hefur veruleg áhrif. Iðgjöld og lífeyrir hafa tiltölulega lítil áhrif. Þið sjá hvað þetta eru mjóar súlur, það er að segja súla 3 og súla 4, hvað eru mjóar miðað við súluna þarna lengst til hægri. Og það sýnir það hvað það skiptir miklu máli og hvað það skiptir meginmáli í rekstri lífeyrissjóðs. Það í raun og hvað eignin nái að ávaxtast og þroskast. Það stóra atriðið. Svo það að fá inn lífeyri og iðgjöld, það auðvitað hluti af rekstrinum, en ávöxtunin skiptir alveg geysilega miklu máli. Þá það spurningin, hvað það sem að gæti klikkað í þessu? Við erum að horfa á það, hvað það sem að gæti verið ef forsendurnar væru aðeins öðruvísi, þá eru þessi álagspróf sem fjármálaeftirlitið leggur fyrir okkur að gera. Núverandi staða mínus 4,4%. Þarna efsta, það ef að verðbólgan hefði verið 0,5% meiri, það hefði ekki breytt mjög miklu. Ef örorkulíkurnar eins og hér hefur komið fram í máli þeirra sem hafa talað á undan mér, að þær vega auðvitað þungt í rekstri þessa sjóðs, þannig að ef að þær aukast 10%, að þá myndi staða sjóðsins versna úr mínus 4,4 í mínus 5,9. Ég aftur á móti tel ekkert mjög líklegt að þetta gerist. Framkvæmdastjóri benti hér á það og formaður að það hefðu fækkað aðeins tilvikum örorkuþega og það ýmislegt sem bendir til þess að þetta átak sem var gert fyrir allmörgum árum til þess að reyna að virkja öryrkja aftur til vinnu, endurhæfa þá, að það hafi skilað einhverju og það verður væntanlega á þessu ári, þá munum við reyna að endurskoða örorkulíkur þessa sjóðs og þá munum við fá það, vonandi staðfest að örorkulíkurnar hér séu ekki að verða verri heldur í raun og veru betri. Þá það ef lífslíkur hliðrast 2 ár, það mjög ólíklegt að þetta gerist vegna þess að það sem þið munið að gerist fyrir 2 árum að þá voru teknar upp nýjar lífslíkutöflur sem gera ráð fyrir því að sérhver árgangur verði eldri heldur næsti árgangur á undan. Þannig að það búið að byggja svona breytingu inn í töflurnar eins og þær eru. Þannig að ég tel afar ólíklegt að þetta gerist. En þá komið að stærstu súlunni og það það ef ávöxtunarviðmiðið myndi minnka úr 3,5% í 3%, að þá myndi staða sjóðsins versna verulega. Það að segja fara úr því að vera mínus 4,4 í mínus 13,9. Þetta vitum við ekki hvað verður í framtíðinni. Þegar við erum að taka þessi 3,5%, þá höfum við litið öxl og eins og hér hefur vandlega komið fram, þá hefur sjóðurinn náð betri ávöxtun en 3,5% í raunávöxtun ef við lítum, hvort sem við litið til 5 eða 10 ára. En það ekkert lítið mál ef að ávöxtun til framtíðar verður lakari, þá mun það hafa alvarleg áhrif á getu sjóðsins til að borga lífeyri. Þannig að þetta þurfum við allt saman að hafa í huga. En svo kemur hérna mynd sem að segir aðeins hvernig iðgjöldin eftir aldri sjóðfélaga. Rauða línan, það eins og þetta var árið 2022 og svo bláa árið 2023. Við sjáum það að þetta hækkar eiginlega fyrir alla aldurshópa. Við sjáum að það eru þarna smá sveiflur og það væntanlega endurspegla það. Það eru mjög stórir aldurshópar þarna og sveiflarnir eru þá nokkurn veginn eins bæði árin. En eins og framkvæmdastjóri benti á að þá sjáum við þetta ekki þarna lengst til hægri, þar að segja þegar við fara að nálgast
eftirlaunaldurinn og það endurspeglar þessa staðreynd að fólk núna farið að fara fyrr á lífeyri heldur en ella og það þróun sem við sjáum hjá flestum þeim lífeyrissjóðum ef ekki öllum sem við erum að reikna út fyrir. Þannig að þetta virðist vera eitthvað sem að gerast og þetta kann að ráðast af ýmsu. Það voru breytingar á lögum eins og þið þekkið. Það líka rýmkur réttindi í mörgum lífeyrissjóðum og svo framvegis. Þannig að það eru margir samverkandi þættir sem koma þarna inn í. Kann þetta breytast aftur? Já, það getur vel verið. Kannski leiðist fólki að hanga heima og fer aftur inn á vinnumarkaðinn og sjáum hækkun á komandi árum. En það getum við ekki sagt núna. En þetta mjög merkilegt finnst mér að sjá að þetta gerist eins eiginlega í öllum lífeyrissjóðum. Nú svo sjáum við hérna hvernig þessi jafna ávinnsla. Græna línan hún sýnir verðmæti iðgjaldanna og bláa línan sýnir verðmæti réttindana og réttindin eru meiri heldur en iðgjöldin. En þessi þetta línuritt, það mun alltaf ýtast meira og meira í áttina að 67 árum og við sjáum það að fólk fer fyrr á lífeyri, það hefur líka áhrif á þennan mun. Þannig að þetta fellur hratt þarna í lokin. Nú, og þá komið að þessari sem sýnir hvernig ávinnslan miðað við réttindatöfluna. Réttindatöflan nokkurn veginn rétt? Það erfitt að sjá það en þetta eru í raun og veru tvær línur, önnur blá og hin græn. En réttindataflan bara nokkurn veginn rétt og það hefur verið stefna stjórnar sjóðsins að hafa réttindatafluna sem allra næst lagi miðað við þær líftöflur sem eru í gildi hverju sinni og það virðist hafa tekist ágætlega núna. Það hins vegar alveg öruggt að það þarf að fylgjast með þessu og lagfæra þetta á nokkur ár fresti ef að koma einhverja lýðfræðilega breytingar en það virðist ekki verið neinn knýjandi þörf á því. Nú og þá það örorkuframlagið, það eins og hér hefur komið fram að það gæti verið og ríkisstjórnin hefur reynt að boða það að dregið verði úr þessu örorkuframlagi til í framtíðinni. Var nú talað að það myndi jafnvel gera strax á næsta ári. Ég ekki viss að það hverfi minnsta kosti næsta ári, ég bara veit það ekki. En þarna sýnt hvernig því hefur verið ráðstafað og hvernig staða þess og staðan þýðir það í raun og veru að við reiknum með því að það verði það byrja 1% munur þegar búið að gera þessar breytingar sem hér var að tæft á áðan, þar að segja að verja örorkuframlaginu eins og var ákveðið hér í fyrra að hluta til lífeyrishækkana. Það voru 3,3% árið 2023 og 3,8% til réttindahækkana og svo breytist þetta í áföngum svona. Og þetta miðar auðvitað við það að það haldi áfram að verða eitthvert framlag. Aðeins bara rifjað upp af hverju þetta gert svona að setja meira réttindahækkanir og minna í lífeyrishækkanir. Jú, það vegna þess að þetta kerfi að búa að vera í 10 ár og var alltaf það sama á báða. Þannig að það var allstór hópur sem var kominn á lífeyri sem var líka búinn að fá réttindahækkanirnar. Þannig að þetta til þess að koma í veg fyrir að fólk sé að fá tvöfalt þetta framlag inn á. Þannig að þetta svona réttlátara út frá hagsmunum heildarinnar. Þá hef ég ekki fleira að segja og taka fyrir. Takk fyrir Benedikt. Óskar einhver eftir að taka til máls undir þessum dagskrárlið? Takk ykkur fyrir. Það þá fært til bókar. Þá erum við komin að 7. lið á dagskrá fundarins en Baldur Snorrason, forstöðumaður eignastýringar hjá sjóðnum, mun nú kynna fjárfestingarstefnu sjóðsins fyrir árið 2024. Gjörðu svo vel. Góða kvöldið, góða fundargestir.
á hverju hausti þá setja starfsmenn sjóðsins niður þar sem við tökum fjárfestingarstefnuna til endurskoðunar, þar sem við söfnum saman sögulegum gögnum ávöxtun og áhættu og komum síðan með stefnu fyrir sjóðin í heild, þar sem við erum að reyna að hámarka ávöxtun með að teknu tilliti til áhættu. Og það er þessi vinna sem ég ætlaði að sýna ykkur núna. Það eru mismunandi áhættur sem fylgja mismunandi eignaflokkum, eins og kom fram hjá Gylfa áðan, þar sem að sýndi ykkur viðmiðin okkar, þar sem að hlutabréf hefðu hækkað 10% á árinu, en skuldabréf fóru niður. Það er þessi áhætta sem við erum að reyna svona setja þetta saman í eina heild og lágmarka þessa áhættu, þannig að ná þá væntri ávöxtun sem bestri. Þessi stefna er sú sem að ræður hvað mest áhættuna sem við tökum í heild. Allt sem þar sýnir í rauninni bara hvaða áhættu sjóðurinn og stjórn er tilbúin að taka. Og það eru takmörk hvað við getum og getum ekki gert. Þetta eru allt saman byggt á lögum, þar sem að annars vegar setjum við upp þessa væntu ávöxtun, áhættu, og svo erum við með þessi hliðarskilyrði sem lög setja okkur fyrir. Og við gerum þetta einu svona ári, horfum þó alltaf lengra einhver ár fram í tíman ef að svo ber undir. En þurfum alltaf að endurskoða hana og senda hana inn til eftirlitsaðila á hverju einasta ári. Það getur tekið nokkuð tíma að ná stefnu, og tala ef það eru gerðar einhverjar umtalsverðar breytingar sem er nú mjög sjaldan, að þá getur tekið langan tíma að ná þeirri stefnu sem sett er, og sem dæmi að þá stefnan óbreytt á milli ára hjá Festu. Hún er bara nákvæmlega eins og hún var árað undan. Og þið sjáu svo aðeins á eftir að það eru frávik á henni sem við þurfum bara tíma til að ná. En svo þetta líka bara háð framboð eignaflokkum, sérstaklega hérna á Íslandi, þar sem að Festa hefur verið langsamlega mest í að kaupa eins og verðtryggð skuldabréf, og svo náttúrulega óverðtryggð skuldabréf, svo það ríkisbréf, það eru fyrirtækjabréf, og við erum með þetta allt saman í stefninu. Það er mjög misjafnt hversu mikið er gefið út af þessu hverju ári, og við þurfum bara að sæta færis á í rauninni litlu markað eins og Íslandi að ná því sem okkur vantar þegar það býðst. En erlendis þetta töluvert annað, þetta er svo mikið stærra. En þið sjáu það að 1% frávik á stefnu fyrir okkur, það eru tæpið 3 milljarðar. Þetta eru umtalsverðar upphæðir sem þessi frávik eru, en auðvitað erum við bara mjög vel meðvitaðir þetta og erum stanslaust að reyna að ná þessu. En svo núna til dæmis varðandi gengismál, 1% breyting á krónunni gagnvart öðrum gjaldmiðlum, það er milljarður fyrir Festu, og 1% breyting á krónunni getur hæglega átt sér stað á einum degi. Þannig að þetta geta verið mjög miklar sveiflur. En svona heilt yfir þá hefur okkur bara gengið alveg prýðilega að halda okkur á stefnu og ná henni. Það sem við lítum á 1%, það er óveruleg frávik, og en af því að eins og komum fram með Gylfa áðan, við erum með hvað kallaði það off-balance sheet, hvað var þetta utan efnahags skuldbindingar í erlenda sjóði, þá erum við alltaf með laust fé. Við setjum okkur stefnu að hafa laust fjármagn, og það á þá við bara krónu, dollar, evró og hvaða mynd sem það er. Og þetta til þess að mæta þessum skuldbindingum. Og eins og bara í dag, þá erum við sennilega með í kringum 5 milljarðar í lausu fé. Og þið tóku eftir að þetta voru 16 milljarðar, þannig að við gætum í rauninni á einum degi greitt þriðjunginn af þessu. Þannig að þetta er ekki áhætta fyrir okkur. Við erum aðeins undirvigtaðir í ríkisskuldabréfum. Það helgast nú einna helst af því að önnur skuldabréf hafa bara verið að gefa okkur betri ávöxtun, þar sem við teljum bara að við fáum mjög góða ávöxtun með áhættu. Þannig að við höfum frekar verið að bæta við þar, en við vissulega stefnum bara á að halda því áfram að ná ríkisskuldabréfum í stefnu. Skuldabréf sveitarfélaga, þau hafa verið með óvenjulega hátt álag á ríkið. Þannig að við höfum svolítið verið að
kaupa í þeim, en það er erfitt, það er mjög sveiflugjant hvað er gefið út af þessum bréfum og ræðst í rauninni bara að hvað sveitarfélögin ætla að gera á árinu, hvort þau þurfa fjármögnun eða ekki. Þannig að lánasjóðurinn bara endurspeglar það, sko. Fasteignatryggð skuldabréf, háir vextir á Íslandi hafa valdið því að það hefur auðvitað bara dregist saman framboði í þeim flokkum. Við höfum verið með stefnu í fasteignatryggðum skuldabréfum og við bara finnum mikinn mun núna, þetta er mun minna þetta og við gerum bara ráð fyrir að það lægist síðan aftur þegar vextir lækka. Í erlendum hlutabréfum, þau náttúrulega lækkuðu eins og þið þekkið mjög mikið 2022 en þannig að við bættum svolítið við þau á síðasta ári. Sérhæfðar fjárfestingar, það er flokkur sem hann er bara mjög svona langur líftími á honum, hann er seigfljótandi, það tekur langan tíma ef við breytum stefnu, 1% það getur tekið okkur 2-3-4 ára að ná því hvort sem er upp eða niður. Þetta er svona flokkur sem er gjarnan með 10-15 ára líftíma. Þannig að við þurfum alltaf svolítið að tekur svolítið tíma að skila því í hús. En svo er hlutfallið í eigna í erlendri mynd, sko. Við höfum verið að bæta við náttúrulega bara undanfarin ár og munum bara halda því áfram. Það er engin breyting þar á, sko. En eins og þau kannski oft séð í fjölmiðlum þá er gjaldeyrismarkaður á Íslandi, hann er því miður ekki mjög djúpur, ekki allavega fyrir lífeyrissjóði, talanlega þeir eru ennþá stærri en við, að þá er þetta oft bara ótrúlega litlar upphæðir og skipta mest höndum bara innan bankana. Hérna sjáum við fjárfestingarstefnu samtryggingardeildar og það eru engar breytingar gerðar á henni á milli ára og við erum heilt yfir bara í stefnu en þó er þarna frávik við sjáum í erlendum hlutabréfum, það er 3,1%, við erum yfir stefnu í erlendum hlutabréfum, helgast líka því að við bættum svolítið mikið við í þeim flokki í fyrra og það hækkaði verulega mikið á meðan allir aðrir eignaflokkar annarkvort stóðu í stað eða lækkuðu. Þannig að þið sjáu eins og ég sagði að þetta eru 3,1% og 1% er cirka 2,8 milljarðar. Þegar bæðis tilgreinda og þegar fór í 3,5% þá byrjuðu þessar deildir svolítið að stækka. Það er þá tvennt annars vegar gat fólk valið að halda áfram bara í rauninni að greiða þetta inn í samtryggingar eða inn í séreign þá innan tilgreinda séreignar. Við erum með 2 leiðir sem kom fram áðan. Þetta er sama í rauninni og skal ég segja fyrir, hvað var ég hérna? Já, þetta eru 2 leiðir, það er sömu og fyrir almenna séreignar, það er að segja þessar tilgreindu, þetta bara fellur undir sömu leiðirnar. Það er sparnaðarleið 1 sem er varfærinn að mestu leyti í skuldabréfum, hefur auðvitað ekki verið að standa sér neitt brjálæðislega vel út af hækkun vaxta. Þá hefur verð skuldabréfa að lækka. Og svo er það sparnaðarleið 2 sem er nokkuð vel dreift eignasafn og hefur meðal annars heimild til yfir erlendum bréfum sem að sér sparnaðarleið 1 hefur ekki. Þessi leið hentar betur svona, eiginlega bara flestum. Sparnaðarleið 1 var hugsuð fyrir fólk sem væri farið að styttast í að færi á eftirlaun. Hérna sjáum við fyrir sparnaðarleið 1 sem er stefnuna. Þarna er mesta fráviki í innlendum hlutabréfum 5,3% og skuldabréfum fyrirtækja og sérhæfðra sjóða -5,2%. Þar kemur svolítið inn að þessi deild er lítil og ef við til dæmis tökum skuldabréf fyrirtækja og sérhæfðra sjóða þá eru oft einingar bréfanna það stórar að deildin getur oft erfitt með að kaupa eina slíka einingu. Hún er það lítil að 20 milljóna krónu eining, hún bara jafnvel ræður ekki við hana. Þannig að þess vegna geta þessi frávik orðið töluvert stærri prósentum talið. En með tíð og tíma eftir sem hún stækkar þá munið þetta bara fjara svolítið út. Sparnaðarleið 2, við erum bara eiginlega í stefnu þar. Það er innlent hlutabréf sem er svona einna helst, það sem er svolítið yfir 2,5%. Og það kemur bara, íslenski markaðurinn hefur lítið sem ekkert gert síðastliðin ár. Þannig að þar er bara verið að stíla inn á að hann fari nú að skila einhverju örlítið meira og þá skilar þessi deild örlítið betra ávöxtun. Já, ég er bara búið með þetta. Næst er hluthafafundi.
ekki nema hafið spurningar fjárfestingarstefnuna. Ekki svo leiðis. Það fara bara beint í. Heyrðu, hluthafastefna. Enn sem áður þá festa langtíma fjárfestir og við leitum sjálfsögðu bara eftir að ná góðri ávöxtun á fjárfestingar okkar. Við viljum vera ábyrgur hluthafi og við viljum stuðla að framþróun starfshátta innan fyrirtækja og á hlutabréfamarkaði og þessi stefna henni ætlað í rauninni að segja ykkur hvernig við myndum vinna á markaði. Þið getið sótt þessa stefnu á heimasíðun okkar og ef þið myndu lesa hana þá mættu þið nokkurn veginn geta gert ráð fyrir því hvernig við myndum koma fram á hluthafafundum sem dæmi. Hún á að segja ykkur hvað við erum að reyna að gera. Við gerum þær kröfur til fyrirtæki sem við fjárfestum í að þau sýni ábyrgð gagnvart samfélagslegum gildum. Svo það sjálfsögðu ESG eða UFS þættirnir sem eru þá skal ég segja ykkur eins og náttúran og annað slíkt sko. Það fjölmargir þættir þar undan, jafnrétti og fleiri. Já, við gerum þá kröfu að það sé starfa samkvæmt viðurkenndum leiðbeiningum stjórnarhætti fyrirtækja. Og við hvetjum sérstaklega til virkara samkeppni og ábyrgðar samfélags og meðal annars þið sjáið eins og sjóðurinn eins og okkar. Við erum fjárfest í festi, höfum, við eigum í samkaup. Þið sjáið hvað það getur þýtt að aðilar eins og við eigum í öllum þessum félögum. Þannig að við bregðumst við því með því að bara hvetja til mjög virkara samkeppni. Við erum ekki að fara þarna inn og segja mönnum hvað verða að vera banana eða einhverju slíku. Við bara ætlumst til að þetta sé allt saman gert í svona armslengð sjónarmiði og það sé bara mjög virk samkeppni. Það bara þjónar öllum sko. Þegar við erum að meta virknina þá auðvitað lítum við til hvað erum við stór í viðkomandi eignum hvað getur höfum við til þess að hafa eitthvað að segja í rauninni. Þið sjá eins og þegar við erum að starfa, ef við tökum bara dæmi, ef við værum hluthafar í Amazon, hann var rosalega lítið að segja þó við sendum þeim bréf, þeim væri sjálfsöglega sama og færum bara. En á íslenska markaðan þá þetta svolítið öðru sér, það sem við erum almennt séð fyrir eitthvað stórir fjárfestar á þeim markaði. En markmið okkar að marka stefnu stjórnhætti og hvernig við viljum nálgast félög og hvernig stjórnir félagana megi reikna með því að við mætum til hluthafafunda. Að ef þetta væri algjörlega fullkomið þá ættu þeir aldrei að þurfa að spyrja okkur á neinu. Þau myndu bara geta að lesa þessa stefnu og vita nákvæmlega hvað við myndum gera. Við viljum auka gegnsæi við fjárfestingar sjóðsins og svo þetta bara ábyrgð okkar sem eiganda. Við gerum okkur fullkomna grein fyrir því að vera stórir fjárfestar á litlu markaði. Það hvílir á okkur mikil ábyrgð sem við reynum að uppfylla eftir bestu getu. Og við reynum með þessu öllu saman að stuðla að þessu langtíma markmiði. Við trúum því staðfastlega að félög sem eru með virka samkeppni og fylgja öllum þessum samkeppnislögum og sinna jafnrétti, náttúrunni og því sem bara við sem fólk í landinu viljum, þau muni ná lengra heldur en þau sem ekki gera það. Þannig að við fylgjum því. Og við okkar hlutverk að kjósa stjórnir. Það í rauninni, má segja, mestu leyti það hlutverk sem við höfum. Við erum ekki stjórnendur fyrirtækja, við erum eingöngu að kjósa stjórnendar og setjum það síðan í þeirra hendur að reka þau fyrirtæki sem við erum hluthafa í. Þannig að við gerum þá kröfu að það sé þetta sé unnið að heilindum og kostgæfni. Að við leggjum mikla áherslu á því að stjórnendar séu settar saman þannig að sem flest sjónarmið og mest þekking og svona mest dreifingin á þessu öllu sem komið saman þannig að nýtist félögum. Þetta sé ekki einsleitar stjórnir, ekki það ég sé móti lögfræðingum, en það sé ekki bara lögfræðingar og svo framvegis. Við reynum bara og hvetjum til þess. Við metum síðan hverju tilliti fyrir sig, hvort að við leggjum til einhverja stjórnarmenn. Það hefur vissulega komið fyrir, en oftar en ekki þá erum við ekki að gera það. Og það kemur til meðal annars að nú eru konar tilnefningar flest félög. Svona heilt yfir þá kjósum við með þeim, en það hefur þó komið fyrir nokkur reglulega að við gerum það ekki, að þá bara erum við ekki sammála þessari nefnd þetta val.
Og hjá okkur sjálfum þá erum við með svona vísi af tilnefnd, það er að segja að það er hérna, framkvæmdastjóri og stjórnarformaður og varaformaður stjórnar. Þegar það kemur til stjórnarkjörs og ef að það eru fleiri í framboði heldur en sætin eru og það er ekki bara sjálfkjörið, þá tek ég saman hverjir það eru og sendi á þessa nefnd sem innan þeirra hjá okkur, sem að síðan þá kemur með til mín tilbaka hvernig mér beri að greiða atkvæði á hluthafafundi, með hvaða framboðum ég eigi að greiða atkvæði sjóðsins. Við sjálfir, hvorki stjórnarmenn sjóðsins eða starfsmenn, við sitjum ekki í stjórnum fyrirtækja í umboði sjóðsins. Það eru þó undantekningar á þessu, þar sem erum að tala sérhæðissjóðina. Þar kann það að koma fyrir og það í mjög sértækjum undantekningartilfellum ef við myndum setjast í stjórnir. Og það væri þá ekki undir eingöngustaðan, það væri það í skráðum félögum. Það væri helst ef við þyrftum að fara til þess að gæta sérstaklega hagsmunafestu. En við sitjum í fjárfestingaráðum og öðru slíku hjá þessum sérhæðissjóðum sem eru, ég veit ekki hvort ég hafi heyrt talað um SÍA-sjóðina, heyrið oft talað um sérhæðissjóði, það verið að kaupa eignir og selja og svo framvegis. Þar sitja gjarnan fulltrúar frá fjárfestum. Á hluthafafundunum sjálfum, almennt þá kjósum við bara með, það er að segja ég mæti á fund, ég fer bara með hluthafastefnuna, ég hef ekki frjálsar hendur hvernig ég kýs, en þó er mér heimilt að kjósa með tillögum sem við metum að þjóni fyrirtækinu til langs tíma og hafa ekki verið kynntar áður, að þá höfum við heimild til að kjósa með þeim. En almennt þá liggur nokkuð fyrir fundin hvernig við munum greiða atkvæði í flestum ef ekki öllum málum. Þegar kemur að starfskjara stefnum félaga, þá viljum við bara það náttúrulega uppfylli kröfum hlutafélaga, þau taki mið af viðurkenndum leiðbeiningum, en við viljum fyrst og fremst að þær séu greinagur. Við verðum að skilja þegar þær eru lagðar fram hvað þeim ætlað að gera. Og þetta var ekki gott, en þetta hefur batnað alveg gríðarlega. Og bara með hverju árinu sem líður þá eru þessar starfskjarastefnur að verða betri og betri. Og við viljum að þær styðji bara við rekstur félaga til langs tíma. Og með þessu starfskjarastefnum þá eru þetta verið að tala laun og bónus og annað slíkt. Við þurfum bara að skilja hvernig þær eru uppfylltar. Og sem dæmi á aðalfundum þá höfum hafnað tillögum starfskjara, tillögum stjórnar í einstaka tilfellum. Við höfum hafnað kaupaukakerfi þar sem að skilmálar voru óskýrir og það var bara einfaldlega of umfangsmikið. Það er að segja tölurnar sem var rætt voru bara allt of stórar. Það var meðal annars Regin og Ölgerðin þar sem við höfnuðum því. Tillögum arðgreiðslu höfum við hafnað, sem mjög óvanalegt fyrir okkur að hafna arðgreiðslum. Að við viljum náttúrulega yfirleitt bara fá þær, en í þessu tilfelli þá töldum við bara að eiginfjárhlutfall viðkomandi félags væri of lágt og það væri ekki gott fyrir félagið að minnka handbært fé. Þannig að við höfnuðum því og það var hjá Samkaupum. Við erum sem sjóður, þá erum við mótveldi því að framkvæmda stjórn annarra skráðra fyrirtækja taki að sér stjórnarsæti í öðrum skráðum fyrirtækjum. Þetta hefur verið töluvert þetta og við höfum bara myndað á góð skoðun. Við erum almennt bara á móti þessu. Ef við tökum bara sem dæmi, því að það kom nú í fjölmiðlum, að það var Marel og Íslandsbanki þar sem að toppstjórnandi hjá Marel bauð sig fram sem stjórnarformaður Íslandsbanka. Við sendum bréf á Marel og reyndar líka á Íslandsbanka og Haga, því að það var svo sem sama þar. Við fengum það tilbaka að félögin teldu þetta í lagi þar sem að vinnu álagið væri ekki svo mikið í þessu. Engu að síður við mótmæltum þessum harðlega og svo kemur á síðasta aðalfundi Íslandsbanka, þar kemur viðkomandi starfsmaður upp og segir þetta sé brjáluvinna.
brjálæðislega mikið að gera. En það var ekkert að gera þegar við höfnuðum. Þannig að við ætlum bara að halda þessu til streitu, við viljum ekki að þetta sé svona og við viljum að þetta breytist. Þannig að, en við höfum svo kosið, eins og ég nefndi áðan, við höfum kosið fólk í stjórnir sem ekki hafa komist í tilnefndir og við höfum hvatt fólk sem að bjóða sig fram til að draga sig ekki tilbaka þó svo að tilnefndirnar mæla ekki með þeim. Það er ekki þannig að ef að fólk kemst ekki í gegn þá sé útilokað að vera kosið. Við kunnum að hafa aðra skoðun heldur en tilnefndirnar hafa. Á hverju ári þá erum við að funda með stjórnendum og stjórnarmönnum tilnefnda. Við fáum boð að hitta flestar ef ekki allar. Við reynum að taka alla þessa fundi, en þetta orðið náttúrulega mjög mörg fjölög og mjög margir fundir og við reynum að taka á sérstaklega þar sem að við teljum að við þurfum að koma einhverju okkar málefnum sérstaklega fram, þá tökum við á fundi. Við náum því miður ekki öllum en þó nokkuð mörgum. Og á þessum fundum þá förum við bara með hluthafastefnuna. Við förum yfir hvaða sem sjóðurinn vill beita sig fyrir, hvað hann vill að svona koma helst á framfæri og það er misjafnt, það hefur aðeins verið misjafnt milli ára af því að við getum ekki farið með allt. Eins og eitt árið fórum við sérstaklega með jafnréttismál og svo kunnum við að fara með annað á næsta ári. Þó svo við kynnum alltaf stefnuna, þá erum við alltaf með einhverja eina sérstaka ábendingu. Já, og það hefur komið upp líka, við ítrekum reyndar og það er bara rauður þráður, við ítrekum alltaf að við viljum ekki að þessar stjórnir og þessar nefndir séu einhvers konar valdaleikur. Þar sem að jafnvel eins og hefur komið upp að hringt var í 6 stærstu hluthafana. Það var stoppað við 7. ástæðu, það vildi enginn vita hvaða skoðun hann hefði úr. Við viljum að sjálfsögðu ekki hafa þetta svona og hvetjum nefndirnar bara til þess að fara ekki í skoðanakönnun. Þetta á að vera sjálfsagt mat nefndarinnar og leggja þetta algjörlega bara fram eins og þau meta þetta. En við hittum gríðarlega mikið af fyrirtækjum og rekstraraðilum okkar einasta ári. Þetta leyti núna þá erum við í sjálfu sér ekkert að gera ofboðslega mikið annað en það. Það fer mikill tími í þetta og ég segi allavega fyrir mína parta að þetta er að verða betra og betra finnst mér á hverju ári. Þannig að varðandi eins og tilnefndir og annað slíkt svo. En í fyrra og það sem af ári þá höfum við lagt áherslu á þessi mál sem að koma það er starfskjarastefnan og við leggjum áherslu á umhverfis- og félagslega þætti og stjórnarhætti. Stjórnarhættinir eru alltaf mjög ofarlega á blaði hjá okkur. Við erum að leggja til bara að allir gæti hófsemi í kjaramálum, að það sé bara farið varlega með þessar eignir og þetta fari ekki út í einhverja vitleysu að 20 eða 100 milljóna í bónus eða eitthvað slíkt. Við leggjum áherslu á þetta hverju einasta ári. Við höfum hafnað hækkun stjórnarlauna þar sem okkur finnst að það eigi bara ekki rétt á sér að fara bara langt fram úr annarkvort launavísitölu eða umsömdum kjarabótum þess árs eins og við höfum haft núna undanfarið. Við höfum gert fjölmargar athugasemdir við störf tilnefnda og það kemur nú mest vegna þess að þær eru allar tiltölulega nýjar. Ef ég man rétt þá vildi ég að elsta sé 2014 sem var Sýn. Hvert félag á fætur öðru hefur síðan sett upp nefnd og það eru svona svolítið skiptaskoðun hvernig er að starfa. Þannig að við gerum og höfum gert margar athugasemdir en eins og ég segi þetta hefur farið batnandi og við munum bara halda áfram á sömu braut og það eru allir beggja með við borðið, allir að vilja gera til að vanda þessa vinnu. Og þarna ítrekum við nú bara við viljum ekki að nefndirnar séu að mæla með millistjórnendum annarra félaga, sérstaklega ekki skráðra félaga, í stjórnir annarra skráðra félaga. Eins og kom upp við getum nú nefnt að allir sé ekki 2-3 ár síðan
Þar var millistjórnandi á Icelandair tilnefndur í stjórn Festis. Þar vorum við bara alfarið á móti. Ekki vegna þess að við töldum þessa manneskju ekki að hæfa eða eitthvað slíkt, en við fengum þau svör að hún hefði ekki áhrif á olíukaup félagsins. Það sem við vorum að benda á er að hvað ef að Play ætlaði að fara í viðskipti við Festi? Hvað ef að Play þyrfti að senda sín gögn inn á stjórnarfundi á Festi? Það eru þessi hlutir sem við erum að reyna að koma í veg fyrir. Heyrðu, það er ekki meira á mér nema að þið viljið spyrja þig. Og þakka þið fyrir. Þakka þér fyrir, Baldur. Baldur kynnti þarna fjárfestingarstefnu sjóðsins fyrir árið 2024 og gerði grein fyrir hluthafastefnu sjóðsins. Þetta eru liðir 6 og 7 á dagskrá fundarins og formsins vegna vil ég spyrja, er einhver sem óskar eftir að taka til máls varðandi annarkvæmt þessara liða? Þakka ykkur fyrir, það er þá fært til bókar. Nú þá eru komin að 8. lið á dagskrá fundarins en Gylfi Jónasson, framkvæmdastjóri sjóðsins, mun nú fara yfir starfskjarastefnu sjóðsins sem verður síðan borin undir atkvæði. Gjörðu svo vel, Gylfi. Við gerum afar litlar breytingar eða gerum tillögum afar litlar breytingar á starfskjarastefnu sjóðsins. Starfskjarastefnan er auðvitað ætlað að styðja við góða stjórnarhætti og jafnframt að samtvinna langtíma hagsmuni sjóðfélaga, starfsmanna og annarra hagsmunaaðila með skipulögum og gagnsæjum hætti. Okkur fannst meira viðeigandi að nota orðið samtvinna heldur en að treysta og kannski bara gott dæmi hvernig við reynum að samtvinna þessa hagsmuni er hreinlega bara það að við hvetjum starfsfólk til þess að greiða í festu. Þannig er ég, framkvæmdastjórinn og forstöðumaður eignastýringar, við erum báðir sjóðfélagar í festu og það ætti að tryggja það að það fari saman hagsmunir starfsmannanna og langtíma hagsmunir sjóðsins. Nú það er líka lögð áhersla að bjóða stjórnarmönnum og starfsmönnum samkeppnishæf kjör og starfsumhverfi. Það er auðvitað engin bónuskerfi hjá lífeyrissjóðum, það er bara menn eru launamenn og að starfskjör séu hvetjandi og styðji við langtíma markmið sjóðsins. Og jafnframt að það skuli gætt að jafnréttis og jafnlauna sjónarmiðum við launasetningu. Starfskjör stjórnarmanna, þau eru auðvitað ákveðin af starfskjaranefnd sem ársfundur kýs og starfskjarastefnan kveður á að sjóðurinn skuli halda úti virkri starfsábyrgðartryggingu. Það er mjög mikilvægt, hún tekur bæði til núverandi og fyrrverandi stjórnarmanna og starfsmanna og þannig að stjórnarmönnum og starfsmönnum sem sé haldið skaðlausum af kröfum sem kunna vera gerðar nema því aðeins að þær komi til fyrir saknæma háttsemi. Þessi starfsábyrgðartrygging hún er endurnýjuð árlega og við erum í góðu samstarfi við Landssamtök lífeyrissjóða og stóran hóp lífeyrissjóða sem standa saman að gerð slíkra tryggingasamninga og það er auðvitað mikið kostnaðarhagræði af því. Nú okkur er uppálagt að birta starfskjör stjórnarmanna, framkvæmdastjóra og lykilstarfsmanna sem falla undir reglur ársreikninga lífeyrissjóða. Birta það í ársskýrslu sjóðsins, það gerum við og höfum ávallt gert og starfskjarastefnan er birt í ársreikningi eða ársskýrslu og jafnframt á vefsíðu sjóðsins. Starfskjarastefnan hún skal samþykkt á ársfundi sjóðsins með eða án breytinga. Það er bara stendur í samþykktu sjóðsins og ég legg hana því hér upp til ályktunar fyrir ársfund. Og eins og ég nefndi þá er eina breytingin þetta eitt orð í starfskjarastefnunni. Takk. Þakka þér fyrir, Gylfi.
Einhver sem óskar eftir að taka til máls undir þessum dagskrárlið áður en gengið verið til atkvæða? Það ekki, takk fyrir. Og þá göngum við til atkvæða. Þau ykkar sem vilja samþykkja tillöguna að starfskjarastefnunni vinsamlegast réttið upp atkvæðaspjöldin ykkar. Þakka ykkur fyrir. Og þá þau ykkar sem eru andvíg og vilja ekki samþykkja hana vinsamlegast réttið upp atkvæðaspjöldin. Og það engin og fyrirliggjandi tillaga að starfskjarastefnu telst á samþykkt og staðfest án athugasemda eða mótatkvæða. Takk fyrir. Þá erum við komin að 9. lið á dagskrá fundarins en þá fer fram kjör stjórnar og varafólks í stjórn og tillögur sem borist hafa að stjórnarfólki að finna á glærunum. Og tilnefningarnefnd fulltrúa stéttarfélaga hefur tilnefnt sem aðalmann til 2 ára Þór Hreinsson og sem varamann til 2 ára Önnu Ágústu Halldórsdóttur. Og tilnefningarnefnd Samtaka atvinnulífsins hefur tilnefnt sem aðalmann til 2 ára Kristínu Magnúsdóttur og sem aðalmann til 2 ára Halldór Kristinsson. Halldór hefur óskað eftir því að fá að kynna sér stuttlega eða væri hægt að koma hljóðnumann til hans, ég veit ekki hvort hann virkar en Halldór, þeir einnig velkomið að koma hingað upp í pontu og kynna þig héðan eða hentar betur. Sælu verið, Halldór heiti ég, Kristján, fæddur uppalinn á Rifi, starfa í sjávarútvegi, býr á Hellsandi, 3 barna faðir, hef unnið í sjávarútveg allt mitt líf, kom stuttastund hingað suður, náði mér konu og vel giftur. Takk. Þakka þér fyrir Halldór. Einhver sem óskar eftir að taka til máls undir þessum dagskrárlið? Eru frekari tillögur að stjórnarmönnum eða stjórnarfólki? Þakka ykkur fyrir. Þá bið ég vinsamlega fulltrúa stéttarfélaganna sem eru fylgjandi í fyrirliggjandi tillögu skipan stjórnar vinsamlegast að greiða atkvæði. Það að segja réttið upp spjöldin sem eru fylgjandi. Þakka ykkur fyrir. Og þá þau ykkar sem eru andvíg þeirri skipan. Það ekkert mótatkvæði og þá bið ég vinsamlega fulltrúa Samtaka atvinnulífsins að staðfesta með uppbreytingu atkvæðaspjalda afstöðu sína til tilnefningarsamtakanna í stjórn venju samkvæmt. Þakka ykkur fyrir og þá þau ykkar sem eru andvíg ef einhver eru. Þakka ykkur fyrir þetta og áðurgreindir frambjóðendur teljast þá réttkjörnir í stjórn og varastjórn sjóðsins án mótatkvæða. Og við ekki að bjóða því velkomin með góðu lófataki. Takk fyrir. Þá erum við komin að 10. lið á dagskrá fundarins en Gylfi Jónasson mun nú kynna tillögur til breytinga á samþykktum sjóðsins sem síðan verða bornar til atkvæði. Gjörðu svo vel, Gylfi. Að þessu sinni þá verið að leggja til tillögur sem eru svona meira tildekt á samþykktunum. Í aðdraganda ársfundar þá förum við yfir samþykktirnar og könnum svona hvar megi nú gera betur. Og fyrsta tillaga breytingu var það grein 4.2 sem lýtur að hæfisskilyrðum stjórnarmanna. Að þarna fundum við eitt orð sem var ofaukið. Það orðið fengið, en það þar á undan orðið hafa hlotið dóm, en ekki hafa fengið hlotið dóm. Okkur getur orðið á í messunni, þó að sé verið að fara yfir þessar samþykktir með reglubundum hætti. Jafnframt gert til að því að fella út búsetuskilyrði stjórnarmanna, það tvítekið í greininni. Það kemur fram fyrr í greininni að stjórnarmenn sem búsettir eru í aðildarríkjum Evrópska efnahagssvæðisins eru þó undanþegnir þessu búsetuskilyrði. Þannig að það þegar komið fram, leggjum til að seinni tilvísun verði brott felld. Jafnframt gerð til að breytingu grein 5.2 sem varðar ársfund og aukafund sem tilgreindur svo í samþólum. Við gerum tillögu að aukafundur verði nú hér eftir nefndur auka ársfundur og heimildir þess fundar séu á allan hátt þær sömu og ársfundar. Þannig að það leiki engin vafi á því að þegar boðað til auka ársfundar
þá megi taka þar fyrir mál sem að venju samkvæmt eru tekin fyrir ársfundi. Nú síðan gerð tillaga að breytingu grein 23.8 sem að til í kafla séreignardeild. Það annar kafli samþykktanna sem fjallar síðan tilgreinda séreign og þar frá fyrstu tíð þegar við vorum að stofna þessa tilgreinda séreign í kjölfar kjarasamninga árið 2016 held ég, að þá kom 2017 kemur inn kafli tilgreinda séreign og strax þá gerðum við ráð fyrir ákvæði sem lýtur að eingreiðslu lífeyris. Það að segja sjóðfélaga sem að verða fyrir áfalli á starfsævinni, þeir auðvitað geta óskað greiðslu úr séreign en það sem þarf þá að taka út á eigi skemmri tíma en 7 árum en jafnframt ef að sú fjárhæð næri ekki ákveðnu lágmarki þá var ákvæðum að það væri hægt að greiða út sem eingreiðslu. Þetta ákvæði skortir í grein 23.8 varðandi almenna séreign og við gerum því tillögu að það verði skotið inn þarna samsvarandi ákvæði og í grein það í grein 22.6 undir kaflanum tilgreinda séreign að samsvarandi ákvæði verið sett í grein 23.8 og fjárhæðarmörkin eru þá í samræmi við þá tillögu sem kemur fram hér síðar uppfærslu á öllum fjárhæðum í samþykktunum til verðlags í lok árs 2023. Síðan bara leiðréttingar eins og það þegar verið að vísa í málsliði þá það stytt og leggjum til að það sé gert í grein 23.13 þannig að það sé samræmi í samþykktunum. Síðan eins og ég nefndi að þá gerð tillaga að breyta öllum fjárhæðar það sem fjárhæðar eru nefndar í samþykktunum sem eru víða í mörgum greinum að þá eru þar ansi gamlar, mjög lágar og miðast við eldgamlar vísitölur og ekki nóg með það heldur tvær vísitölur í notkun, annars vegar vísitala 230 og svo 173,5. Það í einhverjum greinum varða barnalífeyri held ég. Skiptir engu máli þegar lífeyri er reiknaður, þá var hann alltaf reiknaður til verðlags útgreiðslu mánaðar lífeyris en bara fyrir almenna lesenda samþykkta þá nú kannski örlítið raunsæra, hann sjái þarna fjárhæðir sem eru svona örlítið nær raunveruleikanum, ekki einhverjar eldgamlar upphæðir sem auðvitað starfsmenn sjóðsins síðan færa til verðlags dagsins í dag. Þetta hefur áhrif á fjölda greina 12.1a, 12.6a, 12.6c, 14.1.1b, 14.1.3, 14.2, 18.4, 18.5, 22.5, 22.6 og 23.8 og bara til að sýna ykkur hvernig þetta leggur sig að þið sjáið þarna mjög lágar fjárhæðir að ræða sem ef færðar eru upp á vísitölu neysluverðs verðtryggingar í lok árs 2023 breytast umtalsvert. Þessar breytingar hafa engin áhrif á tryggingafræðilega stöðu sjóðsins, það breyti sjálfur sér engu varðandi úrskurði því að úrskurðirnir eru alltaf færðir upp á verðlag viðkomandi greiðslutímabils. Þannig að það engin áhrif á hvorki fjársýslustefnu né tryggingafræðilega stöðu sem þetta veldur en gerir samþykktirnar örlítið skýrari aflestrar. Nú síðan var það fyrir einhverjum 4 árum að fjármálaeftirliti sameinaðist Seðlabanka Íslands og þar eftir kalla fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands og ákváðum að vera eðlilegt að í það sem vísað í fjármálaeftirliti í samþykktunum
að þá verði vísa til hins nýja nafns. Og það hefur áhrif á 3 greinar, 7.1, 22 og 21.1. Þá er þetta bara komið. Takk fyrir. Þakka þér fyrir, Gylfi. Nú, áður en lengra haldi vil ég kannski nefna að sem fundarstjóri þá ber mér að leitast auðvitað við að haga atkvæðagreiðslum með þeim hætti að vilji fundarins er leiddur í ljós með skýrum hætti og unnt er varðandi einstaka tillögur. En þá auðvitað líka þannig að ég færi vel með tíma fundargesta og þetta sé gert með þeim skjótum og skilvirkum hætti og kostur er. Ég legg hins vegar til og ber það undir fundinn að greidd verði atkvæði sjálfstætt hverja breytingatillögu fyrir sig, þar sem hver glæra verður þá talin hafa að geyma eina tillögu. Ég gef orðið laust varðandi þá tillögu fundarstjóra. Er einhver sem hefur athugasemdir fram að færa varðandi þá tillögu? Þakka ykkur fyrir og ég ætla þá að reyna að gera þetta hratt og vel. Er einhver sem óskar þetta að taka til máls þennan dagskrárlið að öðru leyti eða tillögurnar að öðru leyti áður en gengið verður til atkvæða? Þakka ykkur fyrir. Nú að því að varðar tilskilið atkvæðamagn þá leyfir mér að vísa til ákvæðagreinar 24.3 í samþykktu sjóðsins þar sem segir breytingar á samþykktu þessum öðlast í aðeins gildi að það verði samþykktar með minnstakosti 2/3 hlutum atkvæða fulltrúa á ársfundi sjóðsins og hlotið staðfestingu fjármálaráðuneytis. En þá göngum við til atkvæða. Það er kannski ágætt að hafa hverja tillögu uppi á skjánum á meðan við gerum það. Þá ber ég fyrst undir atkvæði breytingatillögu varðandi grein 4.2 í samþykktunum og þau ykkar sem vilja samþykkja breytingatillöguna vinsamlegast réttið upp atkvæðaspjöldin. Þakka ykkur fyrir, mér sýnist þetta nú vera nánast öll, þá þau ykkar sem eru andvíg og það er ekkert mótatkvæði og nema talningafólk hafi einhver athugasemdir fram að færa þá telur fundarstjóri að tilskil atkvæðamagn og ríflega það hafi verið fyrir þessari tillögu og hún telist þá samþykkt. Þá er það breytingatillaga sem lýtur að grein 5.2 í samþykktunum. Ég bið þau ykkar vinsamlegast sem vilja samþykkja tillöguna að maður rétti upp spjöldin ykkar. Þakka ykkur fyrir. Og þá þau ykkar sem eru andvíg. Það er ekkert og ég tel óhætt að slá því föstu að þessi tillaga telist einnig samþykkt með rúmlega því atkvæðamagni sem tilskilið er, það er að segja 2/3 hlutum atkvæða á fundinum. Nú þá er það tillaga til breytinga á grein 23.8 í samþykktunum og við höfum sama háttin á. Ég bið ykkur vinsamlegast að greiða atkvæði þau ykkar sem eru fylgjandi og vilja samþykkja tillöguna. Þakka ykkur fyrir og þá þau ykkar sem eru andvíg og ég tel mér óhætt að slá því föstu að þessi tillaga teljist einnig samþykkt. Þá er það tillaga til breytinga á grein 23.13 við höfum sama háttin á. Þau ykkar sem eru fylgjandi og vilja samþykkja hana. Þakka ykkur fyrir, þau ykkar sem eru andvíg. Það er ekkert mótatkvæði og ég tel mér óhætt að slá því föstu að þessi tillaga teljist einnig samþykkt. Og þá breytingatillaga sem varðar ýmsar greinar í samþykktunum sem eru taldar hérna neðst á glærunni. Er einhver sem óskar eftir því að ég lesi þetta sérstaklega upp? Sjáu þið þetta öll? Þakka ykkur fyrir og þá greiðum við atkvæði og þau ykkar sem eru hlynnt og vilja samþykkja tillöguna takk fyrir og þá ykkar sem eru andvíg og með sama hætti og með fyrir tillögur tel ég mér óhætt að slá því föstu að þessi tillaga teljist einnig samþykkt. Og þá síðasta tillagan sem lýtur að breytingum á greinum 7.1, 22 og 21.1. Þau ykkar sem eru fylgjandi vinsamlegast réttið upp spjöldin. Takk fyrir og þau ykkar sem eru andvíg. Það er ekkert og þessi breytingatillaga telst á einnig samþykkt og alla tillögurnar teljast samþykktar af hálfu ársfundar sjóðsins og bíða þá staðfestingar fjármálaráðuneytis. Þakka ykkur fyrir. Nú þá komið að næsta lið á dagskránni sem er kosning starfskjaranefndar, það er að segja 4 nefndarmanna í nefnd laun stjórnarmanna. En borist hafa tillögur eftirfarandi 2 fulltrúa stéttarfélaga, það eru Ólafur S. Magnússon, Guðrún Elín Pálsdóttir og þá tilnefna Samtök atvinnulífsins Rósu Guðmundsdóttur og Bergstein Einarsson. Er einhver sem óskar þeirra taka til máls undir þessum dagskrárlið? Það er lengra haldið. Þakka ykkur fyrir. Nú venju samkvæmt er óskar eftir því að fulltrúar stéttarfélaganna greiði hér atkvæði til staðfestingar á tilnefningunum. Eru
gerðar einhver athugasemdir það að greitt verið atkvæði allar tillögurnar í einu, þar að segja allar einstaklingarna í einu. Það eru engar athugasemdir og það er þá fært til bókar. Ég bið þá þau ykkar sem eru fylgjandi tillögunum vinsamlegast að greiða atkvæði til samræmis og rétta upp spjöldin. Þakka ykkur fyrir og þá þau ykkar sem eru andvíg. Og þessar tillögur teljast þá og tilnefningarnar allar samþykktar og staðfestar. Þakka ykkur fyrir. Þá er komið að næsta lið á dagskránni sem lýtur að ákvörðun launa stjórnarmanna en Gylfi Jónasson mun nú kynna fyrirliggjandi tillögur í þeim efnum. Gjörðu svo vel, Gylfi. Já, starfskjaranefnd sjóðsins hefur komið saman á fundi og gerir eftirfarandi tillögur að launum fyrir starfsárið 2024-2025. Föst mánaðarlaun 73.066 krónur og fyrir hvert setin fund 63.868 krónur og álag fyrir formanns verið 75% ofan á laun sem sagt aðalmanns í stjórn og varaformanns 35%. Varamenn fái sem svarar 60.868 krónum fyrir hvert setin fund. Þessi tillaga felur í sér 3,25% hækkun stjórnarlauna á mánuði frá fyrra starfsári og hún tekur þá mið af almennum kjarasamningum. Við höfum svo gert samanburð á stjórnarlaunum lífeyrissjóða og það kom í ljós að Festa er með líklega eða svona með lægstu launin. Sjáðu þessari næstu mynd. Og því ályktaði starfskjaranefnd það að það væri ekki tímabært að gera einhverjar breytingar á þessum fundi þar sem að það væri mjög mikilvægt að menn virtu ákvæði kjarasamninga en að það þyrfti að gera breytingar á stjórnarlaunum á allra næstu árum til að laga þessa stöðu. Sjáu bara aftur á myndinni að það eru þarna sjóðir sem eru töluvert minni en Festa sem að greiða eitthvað hærri stjórnarlaun. Nú í öðru lagi þá gerir starfskjaranefnd að tillögu sinni að stjórnarmanni sem þarf að undirgangast hæfismat fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands, heitir það víst núna, að honum verið greitt sem svarar til 2 mánaðarlauna fyrir undirbúning fyrir slíkt hæfismat og að þar virðist sú greiðsla miðist á við mánaðarlaun og föst og einn setin stjórnarfund sem sagt fyrir hver mánuður væri þá föst laun pluss fyrir setin fund. Og þetta sambærileg tillaga og hefur verið lögð fram á ársfundum undanfarin 4 ár. Takk. Þakka fyrir, Gylfi. Nú er einhver sem óskar þeirra að taka til máls þennan dagskrárlið. Eru einhverjar athugasemdir gerðar við það að greitt verið atkvæði tillögurnar í heild í einu lagi? Það það fært til bókar, takk fyrir. Og þá voru gengið til atkvæða, þau ykkar sem eru fylgjandi tillögunum, vinsamlegast greiðið atkvæði og réttið upp spjöldin. Þakka ykkur fyrir. Þetta sýnast með öll spjöldin en þau ykkar sem eru andvíg tillögunum, vinsamlegast greiðið atkvæði. Það er engin og tillögurnar teljast á samþykktar með öllum greiddum atkvæðum. Takk fyrir. Nú þá er komið að næsta lið á dagskránni, 13. töluliður sem er kosning endurskoðanda Festu lífeyrissjóðs en fyrir fundinum liggur tillaga stjórnar þess efnis að endurskoðunarskrifstofa PricewaterhouseCoopers ehf. Sjá ytri endurskoðun á reikningum sjóðsins fyrir árið 2024. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls varðandi þennan dagskrárlið áður en gengið verður til atkvæða? Nú þá er gengið til atkvæða, þau ykkar sem eru fylgjandi tillögu stjórnarinnar vinsamlegast greiða atkvæði. Takk fyrir, mér sýnist þetta að vera öll spjöldin en þau ykkar sem eru andvíg tillögu stjórnar vinsamlegast greiða atkvæði. Það er engin og þessi tillaga stjórnarinnar telst á samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú þá erum við komin að liðnum önnur mál á dagskránni þar sem fundarmanni gefst auðvitað kostur á að taka til máls og ræða þau mál sem löglega eru uppborin. En áður en lengra er haldið vill fundarstjóri hins vegar nefna að fyrir fundinum liggur tillaga
sem fundarstjóra þykir rétt að borin verði undir atkvæði fundarins undir liðnum önnur mál. Þessi tillaga sem var sett fram af hálfu stjórnar er þess efnis að Kristinn Bjarnason verði kosinn til starfa áfram sem utanaðkomandi aðili í endurskoðunarnefnd Festu lífeyrissjóðs fyrir starfsárið 2024 til 2025. Og ég voni sé ekki að eyða löngu máli í lítið atriði en aðeins til skýringar fyrir fundargesti. Þá vil ég kannski taka fram að ástæða þess að tillagan var ekki tekin til umfjöllunar eða atkvæðagreiðslu sem sérstakur dagskrárliður er sú að tillagan kom ekki fram á auglýstri dagskrá eins og hún birtist í fundarboði og fundarstjóri taldi þess rétt að leggja til grundvallar almenn sjónarmið þess efnis að það verður ekki vikið frá birtri dagskrá og fundinum sjálfum nema þá með samþykki allra sjóðfélaga eða aðila að sjóðnum og það sem ekki verður séð að allir sjóðfélagar eða aðilar að sjóðnum séu mættir til fundarins þá telur fundarstjóri álitaefnið breyting á dagskrá er ekki borið undir fundinn og fundarstjóri telur sér þess vegna ekki heimilt að bæta inn nýjum lið í dagskrána sem slíka. En hvað sem því líður þá breytir ekki því að fundarstjóri telur heimilt á grundvelli 12. töluliðs greinar 5.8 í samþykktu sjóðsins að bera tillöguna upp til ályktunar af hálfu fundarins undir liðnum önnur mál og vil aðeins taka fram kannski til hliðsjónar að samkvæmt grein 108a í lögum nr. 3/2006 ársreikninga segir nú stjórn einingar ber ábyrgð á skipun endurskoðunarnefndar. Hún skal skipuð 3 mönnum hið minnsta eigi síðar en mánuði eftir aðalfund. Sé nefndarmaður utanaðkomandi aðili skal hann tilnefndur af aðalfundi. Formaður nefndarinnar skal vera óháður einingunni og skipaður af nefndarmönnum eða stjórn einingarinnar og tilvitnun lýkur. Þannig að Festu lífeyrissjóði er skylt að lögum að tilnefna utanaðkomandi nefndarmann á aðalfundi eða ársfundi. Og ég nefni þetta til hliðsjónar fyrir fundargesti vegna þess að þessu má leiða hvað skyldur sjóðurinn ber í þessum efnum. Og ég framhaldi að því til ekkert standi í vegi fyrir því að fyrirliggjandi tillaga stjórnar verið borin undir atkvæði á fundinum og þá undir liðnum önnur mál. Er einhver sem óskar til að taka til máls varðandi þessa afstöðu fundarstjóra eða varðandi þennan dagskrárlið að öðru leyti eða tillöguna sem slíka? Það er ekki og þá er rétt að ganga til atkvæða. Þau eitthvað sem eru fylgjandi tillögu stjórnarinnar vinsamlegast greiðið atkvæði. Þakka ykkur fyrir og þá þau eitthvað sem eru andvíg tillögu stjórnarinnar vinsamlegast greiðið atkvæði. Þessi tillaga stjórnarinnar þess að Kristinn Bjarnason verði áfram utanaðkomandi aðili í endurskoðunarnefnd Festu lífeyrissjóðs fyrir starfsárið 2004 til 2025 telst í samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Nú er einhver sem óskar til að taka til máls varðandi dagskrárliðin að öðru leyti, önnur mál. Það er að færa til bókar og svo er ekki, takk fyrir. Og þá er dagskrá fundarins tæmd og hlutverki mínu á fundinum þar með lokið. Ég þakka ritara fundarins, Gauta Jónasyni, sérstaklega og kærlega fyrir hans störf og gefa þá formanni stjórnar Kristínu Magnúsdóttur orðið. Takk fyrir, gjörðu svo vel Kristín. Já, ég vil bara þakka starfsmönnum fundarins fyrir þeirra góða störf og ykkur öllum kærlega fyrir komuna og slít fundi.